Já, góðan daginn. Við ætlum hérna forml og ef einhverjir eru að horfa þá bara velkomnir. Við erum að hefja hérna 7. fund íbúðaráðs og ætla ég bara formlega að hefja núna. Fyrsta sem ég þarf að biðja ykkur er að biðja þá sem eru á fundinum leyfi að bæta hérna ákveðnu máli við. Við ætlum að bæta hérna 5. lið í fundargerðinni. Það er semst sumarborgin 2020 að leggja þar fram samþykkt borgarráðs frá 30. apríl 2020 og þá verðum við aðeins að kynningu fyrir verkefninu sem verið að fara í gang. Já. En já, þá fyrsti liður fundarins, það að til framlagningar tillaga heimild til frávika frá skilyrðum sveitarstjórnarlaga vegna neyðarástand í sveitarfélaginu. Og þetta bæði auglýsingum leiðbeiningar notkun hjálpmyndarbúnaðar á fundum sveitarfélaga og það sem við sjáum hérna bréf skrifstofu borgarstjórnar. Var einhver sem vildi fá orðið yfir þessum lið eða segja eitthvað við einhver spurningar varðandi þetta? Þessum sem bara leyfi fyrir því að halda þennan fund. Já. Þá það bara komið, þá ætlum við að fara í annan lið fundarins sem kynning á smáhýsi sem tímabundið búsetuúrræði og þetta þá kynning á verkefninu varðandi og hugmyndafræðina bak við smáhýsin sem tímabundið úrræði. Þetta tengist ekki beint skipulagsbreytingunum sem verður tekinni í 3. lið fundarins. En Rafnhildur, þú mátt bara byrja með kynninguna. Já, hæ. Heyrið í mér? Já. Já. Ég með glærupakka sem ég ætla þá að fá að setja hérna upp. Já. Heiti semst Hrafnhildur Óla Ólafsdóttir, hjúkrunarfræðingur, geðhjúkrunarfræðingur og unni lengi á Landspítalanum og bráðamóttökum, bæði geðsviðsmegin og Fossvoginum og búin að vinna hjá borginni núna 1,5 ár og sem sagt deildarstjóri málaflokks heimilislausra með miklar flóknar þjónustuþarfir. Langa orð, þetta glæný deild. Ég bara búin að vera í ár, aðeins meira það. Og sjáu þetta núna? Nei. Nei. Ekki ennþá, nei. Jú, komið. Já, nú komið, já. Komið. Ég ætla að fá samt að skjóta einu inn í fyrir ef það fyrir það sem að horfa á streymið á þessum fundi þá boðið upp á það að senda inn fyrirspurnir varðandi fundin og þessa kynningu á íbúðaráð.grafavogur@reykjavik.is og eftir þessa kynningu þá mun ég opna pósthólfið og athuga hvort það hafi komið einhverjar spurningar inn og síðan mun ég aftur opna pósthólfið í enda fundar þegar það liðurinn málefni hverfisins þar sem íbúar geta komið með málefni og fyrirspurnir varðandi þau málefni sem voru tekin fyrir á fundinum. Já. En takk fyrir þetta. Já. Takk. Ég með smá kynningu, ég náttúrulega aldrei haldið fyrirlestur fjárfundarbúnaði, þannig ég vonaði bara vilja fyrir verki. Og í nýrri stefnu, ætla að sjá hvernig. Svona. Þetta sem sagt ný deild og hún tilheyrir þjónustusmiðstöð Vesturbæ Miðborgar Hlíða á Laugaveginum og heyrir þar undir og það ný stefna í málefni heimilislausra 2019-2025. Áður hét þetta málefni utangarðs en því að breytti þessari nýju stefnu og hún aðgengileg á netinu en ég hvet ykkur bara til að googla það. Googla bara stefna í málefnum heimilislausra og þá fáið þetta bara efst upp. Hún var sem samþykkt í borgar í október 2019. Þannig lagt mikil áhersla á húsnæði fyrst hugmyndafræðina og svona virka innleiðingu á henni. Þetta náttúrulega ekki endilega nýtt í umræðinni en þau ekki náðu að taka þetta algjörlega inn í þjónustuna. Og svo skaðaminnkun. Með þessu þá náttúrulega var innleitt þau letu þýða svona evrópskan skilgreiningarlista á hvað heimilisleysi. Í okkar orðaforða þá heimilislaust náttúrulega bara vera ekki með þak yfir höfðinu en í erlendu máli þá þetta hugtak sem nær yfir miklu fleiri þætti eins og að vera í ótryggum aðstæðum, vera inni í fangelsi, í afplánun, vera inn á spítala,
vera inn á sófanum hjá okkur, vera fastur í ofbeldisaðstæðum eins og konur margar sem við fáum ekki upp á tölfræði, en skilgreinst í rauninni heimilislausar. Og inn í þessu ethos alveg 13 skilgreiningar, það líka aðgengilegt á netinu og það taflan þýdd í nýju stefninu. En ég hveti ykkur líka til þess að kíkja á það. Svo náttúrulega út frá þessari stefnu þá hafa komið nýja kröfulýsingar utan úrræðin okkar, svo vorteymið og búsetuna hjá okkur og neyðarskilin. Eða þekkið það. Þetta aðeins þetta ethos, evrópsk flokkun á heimilisleysi og húsnæðisleysi. Þetta þarna 4 svona meginþættir, aðalhugtök og út frá þessu spinnast þarna 13 aðgerðaflokkar. Hveti ykkur til þess að kíkja á það líka. Af því að þegar við erum átt að tala heimilisleysi þá ekkert endilega að tala bara þá sem á götunni. Markhópur þessara deildar sem ég stýri það núna, það þeir sem hafa misst færni til að halda heimili og eru með alvarlega fíkn, geðrænan vanda, þroskafrávik, líkamleg veikindi, sagum áfall, félagslega erfiðleikar. Fjölþættur vandi, mjög margháttar vandi oft líka sagt og tvígreiningar, en náttúrulega margir hjá okkur eru með fleiri en 2 greiningar, þannig við séum yfirleitt fjölþættur vandi. Þetta þeir sem þarfnast sérhæfðar lágþroskulda þjónustu, húsitúrræði, með skaðminnkandi hugmyndafræði. Housing First byggir náttúrulega á þessu, ég kem aðeins að því á næstu glæru, en allir eiga rétt á húsnæði og til þess að geta haldið þessu húsnæði þá þurfa viðeigandi nærþjónustu, einstaklingsbundna nærþjónustu, ef svo á við. En eins og sjá þessari glæru þá þetta ekki stigi, þetta ekki eitthvað þrepa hugmyndafræði, en þetta ákveðin þjónustukeðju hugmyndafræði að fólk á að geta komist beint inn í húsnæði, beint af götunni. Við höfum ekki náð að setja upp það kerfi á Íslandi, Reykjavík, eins og staðan í dag. Okkur gengur bara mjög erfiðlega bara að koma þessu smáhúsum niður. Þannig að við erum ekki komin á þann stað að við getum bara sett fólk beint af götunni, beint inn í húsnæði, eins og Finnum hefur tekist. Það vonandi komast þangað á einhverjum tímapunkti. En núna erum við að hugsa þetta svona, þannig að þetta heimilisleysi, komast í neyðarskýli, að vera á götunni, komast í neyðarskýli, þetta transitional housing sem við viljum alltaf, eigum ekki að þurfa að halda, en við þurfum að því að halda í dag. Og það húsnæði sem að þú getur fengið að koma annarkvort af götunni eða úr sjálfstæðri búsetu, úr afplánun, af spítala, úr ótryggum aðstæðum, hvaðan sem og að búa þar með einstaklingsbundinni nærþjónustu. Og í kjölfar þess þá náttúrulega getur þú farið annarkvort upp eða niður stigann, segjum við stundum. Þá getur þú komist í sjálfstæða búsetu, eða þú þurfir að fara í einhverja sértæka búsetu, áfangaheimili eða eitthvað annað fyrirkomulag. Og við hugsum þessi smáhús eins og hluti af þessu. Við erum nú þegar með stakar íbúðir sem að virka eins og þetta, en okkur vantar þessi smáhús niður. Svo hérna efst á stigunum þá náttúrulega sjálfstæð búseta og við erum með fólk líka í sjálfstæðri búsetu. Við erum ennþá að fá eitthvað eftirlit hjá okkur, stuðning. Allt þetta þarf að vera undir skaðminnkandi hugmyndafræði, svo við náum árangur með þjónustu við fólkið. Þetta svona tullarupplýsingar, á biðlista í febrúar voru 44 einstaklingar, biðlista eftir húsnæði fyrir heimilisleysi miklu flóknar þjónustuþarfir. Við erum með, svo fólk skilji hvaða húsnæði það eru til dæmis til samliggjandi íbúðir, það sem eru 11 íbúðir í sama húsi og 2 stigagöngum, eða 2 göngum. Þar eru kvennaíbúðir á öðrum ganginum en blandað á hinum. Svo erum við með herbergjasambýli, þar eru 9 herbyggi. Við erum með smáhús út á Granda sem við erum búin að taka inn í þetta. Og þessi vantarleg smáhús náttúrulega, 20. Gríðarstakar íbúðir. Þetta bara íbúðir, 9 eru frá félagsbústöðum og svo 4 eru á almennu leigumarkaði. Svo erum við íbúðakjarnan fyrir konur með tvígreiningu, þar sem að búa 6 konur og svo herbergjasambýli fyrir karla með tvígreiningu. Þetta flokkum við allt undir húsnæði fyrir heimilisleysi og miklu flóknar þjónustu. Líka aðeins til þess að útskýra svona hagnaðinn af húsnæði fyrst, af hverju
það mikilvægt að samfélög taki þessa leið lengra. Við vitum það, þú veist að Finnar og í Kanada og Bandaríkjunum og fleiri löndum hafa náð mjög góðum árangri með að fækka þeim sem eru húsnæðislausir með þessum aðgerðum. En þetta meðal annars, þá dregur þetta úr bráðkomum á sjúkrahúsum, dregur úr nokkuna heilsugæslu, þetta dregur úr innlögnum á sjúkrahús, nokkuna neyðarákvörum sem náttúrulega verulega dýrt úrræði líka og tíðni vímuefnameðferða, tíðni fangelsunar. Fyrir utan að þetta náttúrulega bara bæti lífsgæði þjónustu þennan á aðstandenda. Það er náttúrulega líka stórbreyta og dregur allt, þú veist, álagi á nærsamfélagi, stofnanir ríkis og sveitarfélaga. Og líka aðeins peninga, að þeir sem kostnaðurinn við veita ekki þessa þjónustu alveg 3,37,5 milljónir á ári á hvern einstakling sem með mikla flóknar þjónustuþarfir. En það til alveg 4-föld og 5-föld og 6-föld tala sem eru frávik frá þessu. Og þetta bara bráðaþjónustan. Þetta ekki eitthvað fyrir allt samfélagið heild. Það eru miklu hærri tölur. Þannig að aðeins þess að útskýra það. Hugmyndafræðin í grunni þetta, miðar að því að þjónusta fólk sem vegna geðræns vanda og frávikari þroska, þessi markhópur sem til áðan, sem hafa ekki getað haldið heimili og hafa mikla flókna þjónustuþörf. Við tölum mikla flókna þjónustuþörf, við höfum það erlendis frá, til þess að leggja áherslu á það að þegar fólki með þarfir sem þarf að mæta til þess að þau geta fungerað sem samfélagsþegnar. Ekki að þau séu utangars eða vandamál ef við hólfum þau einhvern veginn sér. Þetta skilgreinum þetta þennan hátt til þess að hafa það algjörlega efst á lista að við þurfum að mæta þörfum þeirra. Þetta náttúrulega lágþröskulda umhverfi. Það þýðir að við fellum niður eiginlega allar svona veggi að þjónustu. Það þarf að veita til dæmis nærþjónustu í nær umhverfi, mjög einstaklingsbundin og allt það. Þetta er náttúrulega þróað í Bandaríkjunum meðan 10. áratug, telst gagnreynt, þetta margar rannsakað, þetta ekki eitthvað sem gripið úr lausu lofti og þetta gengur út af því að húsnæði sé grunnþörf telst til mannréttinda. Og þetta líka, aðeins þegar þessari grunnþörf sé mætt, geti einstaklingur ráðið við aðrar áskoranir. Þetta sjáum við alveg hverjum degi. Ég og mitt starfsfólk. Skaðminnkandi nálgun, bara aðeins það. Það felur í sér að draga úr skaðlegum áhrifum vímuefnaneyslu á notendur vímuefna, fjölskyldu, nærsamfélagi og samfélagi heild. En skaðminnkandi nálgun og skaðminnkun náttúrulega miklu stærra hugtak heldur en utan vímuefnaneyslu, eins og bílbelti og bara maskanir sem að fólk með í COVID. Þetta hugmyndafræðilega þetta skaðminnkun. Og það sem einkennir þessa leið viðleitni til að lágmarka skaðann sem neyslan veldur fremur en að fyrirbyggja sjálfa notkunina. Þegar við þekkjum það sem vinnum með þessum hóp, ef við ætlum að vera með mikið svona restriksjón gagnvart þeim þá byggja þau ekki einu sinni þjónustuna. Það gefur augaleið. Þetta skírskotun til lýðheilsu og mannréttinda. Þetta hugmyndafræði lýðheilsufræða. Vorteymið vettvangs- og ráðgjafarteymi Reykjavíkur og kallaðist Vafferteymið og grunnurinn að þessu eru gömlu borgarverðir, einhverju þekkja það. Þetta teymi búið að fara í gegnum alls konar breytingar í gegnum árin og í dag þá skilgreinast þau sem Intensive Case Management Team sem svona nærþjónustuteymi sem byggir upp þjónustu í kringum einstaklinginn, einstaklingsmiðaða þjónustu sem hefur það markmið að tengja einstaklinginn við þau kerfi sem eru í boði, sem hann þarf að halda, sækja þjónustu, til dæmis Landspítalann, göngudeildir, bara fara í bankann, félagsþjónustan. Þetta svona brú yfir í önnur kerfi. Og við höfum fundið mikið fyrir þessu til dæmis gegnum COVID, þegar aðrir þurftu að draga þjónustu, þá þurftum við að keyra allt í gang og við höfum haldið fólki til dæmis á lyfjameðferðum, þú veist, í skilum í banka og ýmislegt þannig. Þetta 11 manna teymi, það teymistjóri yfir þessu teymi og það eru 2 hjúkrunarfræðingar, við erum með sér félagsráðgjafa fyrir þennan málaflokk sem vinnur við hliðina á þessu teymi og við erum með, þú veist, uppeldisfræðing og fjölskyldufræðing og
ýmislegt. Við leggjum áherslu á, þú veist, þarfir kvenna í ofbeldisaðstæðum og mikið fagvinna í gangi, en það fer allt fram á vettvangi. Þau sinna líka vettvangsstarfi, eins og þegar þú veist kuldakast og óveður á þetta, þá er það þau sem fara og leita fólk uppi. Það er rosalega skilvirk vinna. Eitthvað sem að kannski aðrar borgir, stórborgir geta ekki endilega státað sig á því það er svo stórt, en hér er allt svo lítið og einfalt, þannig að við getum í alvörunni leita upp allan grunn. Og já, hérna er bara 8 þættir grunnþættir Housing First þjónustunnar. Smáhúsin, þau munu semst heyra undir þessa deild og undir þetta teymi. Teymið er með núna allar stakar Housing First íbúðir undir sér og líka þá sem eru á leigumarkaði eða líka í ótryggum aðstæðum, þeir sem eru á götunni, þeir sem falla undir okkar markhóp og þurfa okkar þjónustu. Og þau munu til að taka við þjónustu við alla sem munu flytja í þessi smáhús, en þeir eru væntanlega allir í einhverju þjónustu hjá þeim nú þegar. Þar kemur svona þjónustukeðja. Hönnunarferlið var mjög langt og ég fekk aðeins að koma að því, til dæmis í lokin þá er ég nýbyrjuð og þau vönduðu sig mjög mikið með að leita til og gefa starfsfólkinu sem er í nærþjónustunni tækifæri til að koma að hönnunarferlinu. Ég get alveg vottað það. Og húsinu er bara mjög smart og mjög vistleg og mikið hug á þörfum einstaklingana við alla hönnun. Við ætlum að tala að það frágangur verið snyrtilegur, bara þetta hæfi íbúðarhúsnæði. Við finnum það sérstaklega núna í COVID þegar við gátum fjölga plássum og fólk er meira með svona einstaklingsrými, sitt eigið baðherbyggi og hvernig allt gengur mun betur í lífinu þeirra, eðlilega, að vera hjá okkur öllum þannig. Þannig að við erum alveg viss það, þú veist, leið að við getum boðið fólki þú veist, snyrtilegt, almennilegt húsnæði sem er heimilislegt og viðeigandi þjónustu, þá mun gengur þetta miklu betur. Og ég skil alveg að halda margir einhvern veginn að gámahúsin sem eru út að Granda séu einhvern veginn að flytja inn í hverfinu þeirra. Það er ekki þannig, en það er mjög skiljanlegt að fólk upplifi það og endar það sem fólk þekkir mjög vel og mikið rætt í fjölmiðlum. En þessi hús, það verður, eins og þarna stendur, hellulagi gangstígar, grastök, gætt að góðri lýsingu á lóðum, yfir stígum, verður hugað þessu öllu. Úthlutun í þessu hús fer í gegnum ákveðin úthlutunarhóp upp á velferðarsviði og þar hefur til dæmis teymistjóri vorteymisins áheyrnarrétt þegar að vera að úthluta í smáhúsin. Og ég er fasta fundarsetu til dæmis þessum fundum sem deildarstjóri og það koma ráðgjafar úr þeirri þjónustumiðstöð, þeir skipta á milli sín ráðgjafar og þjónustumiðstöðum, allir borgarinnar sitja í þessa fundi og mjög svona vandandi verk sem skipula á þessu og þetta kallast úthlutunarteymi HMF-FOD, sem sagt málaflokks heimilislausa með miklu flóknum þjónustuþarfir. Einstaklingar sem fá úthlutað í smáhús þurfa að vera í virkri þjónustu vorteymisins. Við getum ekki úthlutað einhverjum sem er óskrifað blað til dæmis, því við erum að hugsa þetta sem þjónustukeðja. Þú veist, það þarf að fylgja til dæmis greinargerð frá vorteyminu og stuðningur við umsóknina og náttúrulega vilja einstaklingsins númer 1 að hann er þá tilbúinn til að fara annað hvort upp eða niður stigann í þetta húsnæði með þjónustunni sem hann þarf. Já, og svo geta náttúrulega gögn fyrir heilbrigðisþjónustu fylgt og ýmislegur rökstuðningur. Tímabundið samning með skýrt markmið í upphafi. Þetta getur verið þannig að fólk hefur 3 mánaða samning, 6 mánaða samning eða lengri samning. Þannig að það er margt til þessu, allt út frá bara einstaklingsbundið. Það fá allir þjónustusamninga, leigusamninga, einstaklingsbundna þjónustuáætlanir þegar það á við og einstaklingsáætlanir. Þetta eru húsin og mjög smart. Það eru 2 inngangar. Þetta er sem sagt pallurinn hérna. Það sést þegar ég er að hreyfa músina. Svo er inngangurinn að framan og þetta skýli fyrir, þannig að þetta setjaði upp og staðsetjaði þannig að það sé svona privacy. Hérna og þetta er bara svona praktist ef einhver vill. Það er vakt sem sagt hjá vorteyminu fyrir skjólstæðingu vorteymisins.
og við tökum við umsóknum í gegnum þjónustumiðstöðvar, Fangelsismálastofnun og frú Ragnheiði, eins og það. Spurningar? Einhver með spurningar af þeir sem eru á fundinum? Við erum með eina spurningu hérna í póstólunum. Já, Valgerður, þú ert fyrst. Takk fyrir og takk fyrir góða kynningu. Mér langar aðeins að spyrja út í þessa þjónustusamninga og einstaklingssamninga sem eru gerðir og talar um þetta verið 3 mánaða samningur. Setjið einhver skilyrði um það að fólk sé ekki í neyslu eða á meðan það dvelur þarna á þessum stað? Þetta svona einhver betrun eða hver hugsunin á bak við þessa samninga? Það er gert ráð fyrir að fólk geti verið í neyslu ef að það í virkri neyslu og það er ekki gerð krafa edrúmennsku. Það er eitthvað sem heitir áfangahúsnæði hjá Reykjavíkurborg. Þá gerum við þessa 3 mánaða, 6 mánaða og 12 mánaða samninga. En það sem ég að segja með þessa samninga er að það gæti verið þannig til dæmis að einhver í sjálfstæðri búsetu, eitthvað gengur erfiðlega, þarf eitthvað að endurskoða, þarf meiri þjónustu heldur en hann að fá í þessari sjálfstæðri búsetu. Þá er hægt að gera einstaklingsbundinn samning við hann sem hefur eitthvað framhald. Hvort sem að hann sé að bíða eftir að komast í þjónustu þyngra úrræði, búsetukjarna, komast aftur í sjálfstæða búsetu. Það er möguleikin sem við höfum í þessu öllu. Það er ekki eini tilgangurinn. Það er bara einn af möguleikunum. Það er ekki hægt að segja að sé eitthvað svona ein regla, sé tímabundnir samningar. Það er allt út frá bara hverjum einum einstakling. Já, þá Árni, þú næstur, eða? Já, heyrið mér. Já. Takk fyrir góða kynningu. Þetta nú fyrsta kynning sem ég hef heyrt á þessu verkefni og það svolítið búið að vera hálfgerður feluleikur í borginni því allt í einu dúkkar þetta upp í okkar nærumhverfi og megn óánægja fólks og áhyggjur út af þessu því að eðlilega er það sem við þekkjum eru smávís út á Granda sem verður nú bara viðurkennast að eru svo langt í frá að vera til eftirbreytni eða fyrirmyndar að það má eiginlega segja sér skömm að þeim. Hvaða tryggingu hafa íbúar fyrir því að við séum ekki að sjá samskonar ástand í okkar nærumhverfi eins og þar og annað, hvernig skiptingin milli hverfa? Jöfn skipting húsa milli allra hverfa í Reykjavík? Takk. Já. Ég get náttúrulega ekki gefið út neina tryggingu, en ég get alveg sagt ykkur það að smáhýsin sem eru úti á Granda, þegar þau eru sett niður, þá það náttúrulega ekki innan þessarar hugmyndafræði og ekki með þessa þjónustu, ekki með þessa mönnun í þessu teymi til dæmis, ekki með skýran þessi teymistjóri virkar eins og forstöðumaður, ekki með einhvern ábyrgðaraðila yfir virku þjónustunni, svona daglegri þjónustunni. Þannig að þeir sem hafa búið út á Granda hafa ekki verið með þessa einstaklingsbundnu þjónustuáætlun til dæmis og einstaklingsáætlanir og það er einhvern veginn annað fyrirkomulag. Þannig að ég get alveg sagt, það get ég sagt. Hvernig stendur á því að það er þá ekki búið að innleiða þetta kerfi og þetta ver og það sem í Granda þannig að það sé komið þá reynsla á það kerfi. Nú er þetta bara frétt í fréttablaðinu í morgun þar sem að einn öflugasti leitari að stolnum reiðhjólum og hann segist niðurlega að sækja stolin hjól út á Granda og hann kemur inn á það sem að rætt í orðræðinu og lögreglan veigri sig við að fara þangað ásamt fleiri aðilum. Hvernig stendur á því að það er þá ekki komið skikki og lagi á það kerfi áður en það fara að dreifa þessu út kerfin? Ég veit bara að bara núna á einu ári, bara síðan síðasta sumar frekar, kannski ekki alveg heilt ár, en síðan síðasta sumar bara gríðarlega breytt umhverfi þarna út á Granda. Og ég veit alveg að lögreglan getur bakkað mig upp í því. Og ég get náttúrulega ekki farið í einhver einstaklingsmál, en ég veit það þeir sem hafa fengið úthlutað síðan við settum þetta fyrirkomulag hafa fallið undir þetta fyrirkomulag.
en já, það það sem ég get sagt náttúrulega. Og þessi 20 hús skiptast á jafnt milli hverfa Reykjavík? Og ég meina, ég veit það búið að vera að horfa til, þú veist, Laugardalsins og Hlíðanna og Laugarneshverfisins og Grafarvogsins, en ég meina það búið að horfa á alla borgina, það búið að fara yfir þetta alveg, ég veit ekki hversu oft, ég er ekki hér til að tala fyrir þau sem hafa verið að gera það. Ekki 8 hús hugsuð í Grafarvogi? Það eru, nei, það eru upp á Stórhöfða hugsað þarna 3 hús, sem alveg mjög æskileg staðsetning til dæmis fyrir nokkra skjólstæðingum hjá okkur upp á bara nálægt við þjónustu. Og svo þetta við Gufunesveginn. Já. Og það er gert ráð fyrir, þótt að þið sjáu það séu 5 hús í tillögu á lóð, þá verða aldrei fleiri, en það mögulega verða færri. Það eftir restin af skipulaginu. Það er bara gert ráð fyrir kannski 5 í tillögu, en það var aldrei færri en það verður mögulega færri. Já, bara svona þér til upplýsingar, það var þetta það sem fólki horfir á og það velti fyrir sér að það eru 8 hús í hverfinu okkar og hverfin í borginni eru mörg, að þá erum við hvað langt yfir 20 og það segir manni á mjög einfaldan hátt að það er ekki verið að skipta jafnt á hverf. Þannig að það er strax komið viðvörunarbjalla. Önnur viðvörunarbjalla þetta viðvörandi ástand út á Granda sem að því miður hefur ekkert lagast, ég fór þann fram nýlega. Þetta svakalegt. Bara, ég ætla ekki að lýsa þessu nánar, bara velsæmisástæða. Þannig að fólk hefur áhyggjur af þessu réttilega og ég bara talsmaður þeirra. Sko. Ég ber bara fulla virðingu fyrir því og ég skil alveg fólk hafa áhyggjur af þessu, en þess vegna ég komið hérna að reyna að tala fyrir þessari þjónustu og þessari breyttu þjónustu sem við erum að veita. En að sama skapið þá bara ber ég mjög mikla virðingu fyrir því að fólk hefur áhyggjur. Þetta er bara mjög nýtt og ekki komið reynsla, en maður getur sýnt fram á það. Takk fyrir það. Árni, síðan munum við taka í næsta lið, taka frekar fyrir skipulagsbreytingar og sérstaklega í Stórhöfða og hvernig við viljum bregðast við þeirri og þannig. Glæsilegt. Sævar. Já, takk fyrir kynninguna, Hrafnhildur. Ég er með svona 2 spurningar. Fyrir það er kannski snúast líka svolítið bara að þeim sem fyrir að nota þjónustuna. Bara, getur farið eitthvað aðeins dýpra í þjónustuna og hvort hún setji staðar allan sólarhringinn, eða hvort það íbúinu séu vaktar og kannski ef þau fyrir að læknisaðstoð eitthvað svolítið hvernig því er háttað, þið sýnt í húsunum eða í nærliggjandi heilsugæslu og svo bara hvort að hafa þessi úrræði svona austalega í borginni, mun það henta skjólstæðingunum, það sem þeir sækjast eftir, eru þeir staðsetti meira annars þar í borginni, ég bara hugsa hvort það verið svona mikill fastur á milli, þannig að þau fái kannski þá þjónustu sem þau þurfa í þeim aðstæðum sem þau eru í. Einmitt. Grunnhugmyndafræði Housing First að fólk getur valið sjálft hvar það ætlar að búa. Og þeim hefur tekist að taka það langt. Það getur verið bara, eins og við vitum, bara vera manneskja og það getur verið að því að fyrir tengslanetti er í ákveðnu hverfi, alveg upp í ákveðnu hverfi, það er eitthvað ákveðin þjónusta eða það getur verið bara hvað sem er. Og þannig að það er mjög mikilvægt að við bjóðum upp á fjölbreyttar aðstæður og þessi 2 staðir hjá ykkur eru mjög ólíkir. Þetta Gufunesvegurinn og Stórhöfðinn. Það er algjörlega ólíka þarfir einstaklinga sem við getum mætt á hvorum staðnum. Og það eru til einstaklingar sem er erfitt með að búa nálægð við aðra og það eru til einstaklingar sem þurfa að vera nálægt ákveðinni þjónustu og það eru til einstaklingar sem vilja bara vera nálægt strætóstoppustöð. Bara margt í þessu. En allir sem að fara þarna, þeir eru með þessa náttúrulega þjónustusamninga en ef að það er fleiri þjónustuaðilar í kringum einstaklinginn, eins og svo að manneskjan sé í einhverju þjónustu og heilsugæslu eða Landspítala eða einhvers annars staðar, þá gerum við þessar einstaklingsbundnu þjónustuáætlanir. Það snúast það. Það snúast að samþætta í einu skjali hvaða þjónustu einstaklingurinn að fá, hvað hann þarf með fullri aðkoma hans að þessu öllu og helst stýringu. Og það er eiginlega hlutverk vorteim sem styðja nýja að fá þessa einstaklingsbundnu þjónustuáætlun
Þannig að það getur verið einstaklingur sem einmitt að fara á heilsugæsluna. En við erum semst að þróa þessa, við erum með 2 hjúkrunarfræðinga, þannig að við erum mjög mikið brú yfir í það. Já. Eru þá hjúkrunarfræðingarnir á staðnum, meinarðu, eða? Þetta er allt fólk, já. Já, flott. Já, þjónustan okkar snýst það að vera á staðnum. Já, ok. Já. Frábært. Þá ég ekki með fleiri spurningar. Ok. Berglind? Já, sæl. Það nú ýmsar spurningar komna fram þegar sem ég ætlaði að leggja fram, en ég að velta fyrir mig, ætlið eitthvað að kynjaskipta íbúum í þessum húsum eða verður þetta blandað? Einmitt. Núna til dæmis eins og í nýju stefnunni að þá þar til dæmis ein aðgerðaáætlun að meta þörf á þessu transitional housing sem að svona brúarhús að fyrir konur og með til náttúrulega smáhýsa og nýtingu á neyðarskýlum. Núna til dæmis þá fekk Reykjavíkurborg styrk frá félagsmálaráðuneytinu og gat fjölgað plássum fyrir konur út á COVID. Af því við fundum að þeim var að fjölga, þegar komur á ofbeldisaðstæðum og ýmsum erfiðum aðstæðum og þeim að fjölga. Þannig að við vitum það og við gátum veitt þeim til dæmis auka rými þar sem að þær bara með sitt sér herbyggi, með sitt sér baðherbyggi og sér sturtu og finnum við alla fyrir þeim. Það er búið að vera svo merkileg upplifun fyrir alla sem vinna í þessum málaflokki því meiri sem við gefum fólk prívacy og einkarými og einkabaðherbyggi að því þetta gengur allt fyrir rólegra. En málur við sjáum það núna til dæmis að það verða töluvert á konum sem munu að þurfa þessi smáhús. Já. Og við getum ekki sett konur til dæmis sem hafa verið einhverju erfiða áfallasögu eða ofbeldisaðstæður í næsta hús við karlmann til dæmis. Þannig að það mun alveg vera klárlega þannig. Já. Og líka þarna, að því að nú þekki ég pínlítið til smáhýsana út á Granda og vonast virkilega til þess að það sé svona önnur þjónusta og meiri þjónusta sem að kemur til með að eða þeir komið til með að fá sem að fara í þessi nýju smáhýsi. Verið að hugsa þetta eitthvað sem verður daglega fylgst með þessum einstaklingum eða þetta eitthvað sem að þeir eiga að kalla inn eða óska eftir en verður þetta daglegt innlit, ég meina verður reglulegt þrif og hvernig? Einmitt, akkurat, mjög góð spurningar líka. Sumir eru nefnilega að fá daglegt innlit. Á lista vorteimisins alveg 60-80 einstaklingar. Meiri hluti þess að fólk sé náttúrulega í fastri búsetu hjá okkur. En hluti er í neyðarskýlum og götunni. Þeir sem að fá þarna inn, eins og ég er búin að segja, eru skjólstæðingar vorteimisins nú þegar. Af því við vitum það á reynslu, eins og við smáhýsin út á Granda, að ef að þú úthlutar einhverjum sem að með svona fjölþættan vanda og svona jaðarsettur, þetta fyrstilega náttúrulega, þetta líka búið að brenna alltaf marga brýr og svona, en fólki svo rosalega jaðarsett í kerfinu og mætir einhvern veggjum allstaðar og mjög brennt eftir það að svo úthlutar þeim eitthvað húsnæði og kemur síðan með þjónustuna og mjög auðvelt bara loka hurðinni. Já. Þess vegna erum við að beita þessari hugmyndafræði, skaðaminnkun og housing first og byggir allt á að byggja meðferðarsamband. Þannig að áður en við samþykkjum til dæmis umsóknir fyrir einstaklingi vorteimið, þá erum við oft búin að vera að vinna í því að tengjast honum. Þannig að hann velji það náttúrulega sjálfur og sjáu gagnsemina í því að vera í þjónustu vorteimisins. Þannig að við viljum hafa það þannig. Við viljum að fólk vilji vera hjá okkur, sjáu haginn og finnist gott að vera í þjónustu vorteimisins og geti síðan flutt þarna inn með þessa þjónustu. Hvort sem það sé daglegt eftirlit eða 2 í viku eða 3 í viku getur verið breytilegt. Og líka langar mig að spyrja því að núna, þekki ég pínlítið til þarna, varðandi að því að nú það þessi þjónusta. Það hugsað ef að sá einstaklingur sem býr í þessum hýsum neitar að fá þjónustu? Hann bara vill ekki hleypa neinu myndi sín, þetta hans prívat. Já. Og bara ákveður að loka sig þar af. Það eitt möguleiki sem fyrir hendi. Já. Við náttúrulega með þessar leið vonum við að það gerist ekki. Já. En gerist, þá erum við með þjónustusamning og leigusamning og hvað í því
Já, ég meina, er það þá eitthvað svona, þetta eitt af hluti af því sem við þurfum að gera því þetta skrifundur samning og ef þetta ekki þá það ástæða til að rifta þeim samning. Við getum rift samning, já. Já. Og líka því að nú hef ég ekki séð kort og Stórhöfðin þetta ansi stór og mikil gata eða laug sem íbúi í Bryggjukverfi bara langar mig til að vita nákvæmlega hvar hugsunin á Stórhöfða að setja þessi hísi niður. Ég ekki með mynd af því. Nei, ég var að reyna, ég hef ekki fundið mynd. Berglind, við munum sýna hana í næsta lið og við munum tala Frábært. Já, þá ég búinn. Ok, Hrafnhildur, getur kannski stoppað að hætta að deila glærunum þá sjáumst við betur þar sem þú ert búið með kynninguna. En Valgerður, viltu skjóta inn núna eða má ég lesa upp 2 spurningar sem hafa komið í pósthólfið hjá okkur? Ég lest endilega 2 spurningar og ég kem svo bara eftir það. Ok, ég með eina spurningu frá Salvöru Kristínu Gissurardóttir og hún hljóðar svona: af hverju þessi smáhús svona lítil og ólík venjulegum híbýlum fólks? Þau minna ansi mikið á smáhúsið sem sett voru upp í Höfðaborgin á sínum tíma. Af hverju gott að fólk sé svona einangrað og eins og brennimert í eins konar kofabyggð sem eru ólík húsnæðum annarra? Verður bara þarna fólk sem hefur misst færnina til að halda heimili og af hverju gott að fólk sé í sérrýmum? Og síðan spurning hérna, haldið áfram, af hverju svona hús á Íslandi svona lítil og ólík heimilum en þegar ég skoðaði Housing First stefnuna í Finnlandi, þá virtist þetta vera almennra og varanlegri húsnæði. Má ekki bara vera venjuleg húsnæði fyrir þennan hóp? Jú, það var náttúrulega bara langbest að það væri hægt að úthluta bara ég bara ákveði hlutfall íbúa í hverju einasta hverfi ekki bara Reykjavík, borg heldur höfuðborgarsvæðinu og nágrannasveitarfélög og bara öllu landinu. Mér þá bara erum við ekki þar en ég vona að við komumst þangað. Smáhýsin eru ekki eitthvað sem þarf endilega að vera jaðarsett. Þetta mjög mikið tískubylgja til dæmis með bara mínimalisma og þetta útlit. Ég veit að þetta hönnunarferli var mjög langt, ég get ekkert svara fyrir ákveð að leita ákveð svona út eða einhvern veginn öðruvísi. En ég veit að bara til dæmis hvernig þakið það hugsað til dæmis með veðráttu og ýmislegt þannig. Þannig að ég skil algjörlega hvað hún að velta fyrir sér. En já, eitthvað, það voru svo margar spurningar, ég man þær ekki allar núna. Þetta svo sem spurningin, af hverju gott að fólk sé svona einangrað þannig sé þegar bent á og sumir vilja það, já, einmitt. Það kannski alltaf að ég segi það, að ég náttúrulega ekki að tala einhver einstaklingsmál eða neitt þannig, en auðvitað það þannig að sumir vilja hafa sitt. Þeir vilja geta líka varið sitt heimili. Þeir vilja að það getur verið þannig að þau ert að fá úthlutað þá kannski meiri hætta á gestagangi eða einhverjum átróningi eða eitthvað og það líka vissulega ákveðið öryggisatriði að fá svona heimili. Það bara einn vinkill til dæmis. Síðan erum við með aðra spurningu frá Ásgerði og hún segir þá aðeins mista byrjun á fyrirlestunum en búið að ákveða staðsetningu hýsanna. Þetta náttúrulega meiri skipulagsspurning að það komið fattari þannig þessi 20 hýsi eru byrjuð að fara út í skipulagsferli, það ekki? Jú, ég get náttúrulega ekki svara fyrir það, það einhvers og skipulagssvið. Þannig að því miður, já. Og bara fyrir Ásgerði eða fyrir þá sem eru að velta fyrir sér þeirri hugmynd að það komið nokkur hús komin í skipulagsferli og það geta íbúar senda tekið þátt í skipulagsferlinu með því að senda á umhverfis- og skipulagsráð. Já, og við förum betur í það á eftir. Valgerður, þú varst með nokkur spurningar í viðbót, var það ekki? Já, takk Hrafnhildur. Ég var bara að spá í, þú talar að það eru 40 manns á biðlistanum hjá ykkur eftir þessu úrræði. Þessum tilteknu úrræðum og ég bara pæli að því að nú er semst að vera að fara að setja 8 hús í Gráinum af þessum 20 sem náttúrulega mikið magn af heildarfjölda. Ég var að spá, hafið þið því þú talaðir það að þú myndir alltaf kanna hvort þau munu vilja vera hérna eða ekki.
hafið þið gert einhverja könnun með ykkar skjólstæðinga hvort það sé virkilega svona margir sem vilja vera hérna? Í Og svo Gránu? langaði mér að ég hef mikla ágjur af því og ég Gufunesið, ég samþykki allt í auglýsingaferli og samþykti það líka á þetta varandi Gufunesið í auglýsingaferli og því að ég vil sjá hvort einhverjir hafi eitthvað við það að athuga. En varandi Gufunesið og það gengur ekki einu sinni strætó þarna niður. Þetta bara lengst í Raskati. Þannig að strætóin stoppar hjá Gufunesbæ, þar sem er náttúrulega bara útivistarsvæði og leiksvæði barna. Og ég veit að fólk hefur líka ágjör af því, að blanda þessu saman, og svo þarf fólk að ganga þetta langa vegalengd niður eftir. Þannig að mér langar bara að pæla hvort þetta úrræði hendi virkilega bara af því það er svo mikið úr leið. Einmitt, góð spurningar líka. Það er til dæmis 2 búin að lýsa sérstökum áhuga að búa þarna, bara sem ég veit um. Þannig að þess vegna segi ég það þarf bara alls konar fyrir alls konar. Og við getum ekki ákveðið fyrirfram hvaða þarfir við þurfum að mæta. Það er í hvers skipti. Þess vegna verður það einstaklingsbundið hver fara úthlutað á hvaða stað. Þannig að alveg eins og núna þegar við erum að fá úthlutun í eitthvað húsnæði hjá okkur, þá kemur tilkynningum það til þjónustumiðstöðina og ráðgjafana og í því er ákveðin klausa, náttúrulega staðsetning, hvað hentar og eitthvað. Þannig að segjum sem svo að það verður úthlutað hérna Gufunesveginum að þá mun koma eitthvað svona 1-2 línur, staðsetning hentar, bla bla bla. Þannig að alveg eins og upp á Stórhöfða, staðsetning hentar, bla bla bla. Þannig að það er ekkert endilega sami einstaklingur sem er að fara að sækja hús á hvorum staðnum. Þessi 44 einstaklingar, þetta er þeir sem eru á biðlista 1. febrúar fyrir allt húsnæði í málaflokknum. Og hann er ekki, í rauninni er hann ekki nógu skýr eða nógu réttur, hann gæti verið nefnilega fleiri, þannig að því að það eru nýjar húsnæðisreglur, það verður endurmeta allar umsóknir, þannig að það farið tölfræðilega rétt í kerfi hjá okkur, þannig að við erum að kalla fram þessu umsóknir, þá er sem 44 biðlistar sem er búið að endurmeta, en þetta er ekki 44 sérstaklega biðlista fyrir þessi smáhús. Okkur vantaði bara inn í þessa keðju. Þannig að já, vona að þetta svari spurningunum. Já, ég ætlaði bara að loka mælendaskrá og það er ekki fleiri á mælendaskrá nema. Þannig að ég ætla bara að fá að þakka þér fyrir góða kynningu. Framleitur. Takk fyrir mig. Takk. Bless. Yes. Já, við fengum eina spurningu í pósthólfi okkar sem beinist frekar að liðnum málefni hverfisins og verður þá tekin fyrir alveg í lok undir fundarlið númer 11 sem er líka við lok fundar. Næsti fundarliður er bréf umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar vegna tillögu á breytingu á deiluskipulagi sem hefur nafnið Ártúnshöfði Eystri vegna afmörkun nýrra lóða fyrir smáhýsi. Gætirðu opnað það? Við erum ekki búin að fá formlegt bréf, það verður ekki ennþá borist formlegt bréf varðandi Gufunesveginn, þannig ég er bara með þennan hluta af skjöringinu og gætirðu opnað kannski kynninguna til að sjá staðsetninguna. Þetta er fyrir neðan. Já, og þetta er semst lóðin sem er hérna á Stórhöfðanum næst, já, Stórhöfða 17, þetta er næst, mjög tiltölulega nálægt við gatnamótinu af Höfðabakka. Áttu það á þessu Berglind? Ég er að reyna að átta mig á þessu. Þetta er, ef þú sérð þarna vinstra... Þarna er Höfðabakkinn og Stórhöfðin. Já, síðan er þetta... Er það sem að bílastæðin eru núna? Já. Já, þetta er þarna, er ekki nýmst þarna í 17. Hús er hinum megin við götuna. Þetta er rétt hjá bílasölu Guðfinns. Já, þetta er semst þarna í hinum, já. 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 Að ég held, ef ég er að skoða þetta rétt. Eða nei, þetta er kannski alveg öfugt við það sem ég er að skoða.
Herðu, nei. Maður sjá hvað ekki hérna. Afmörkun deiliskipulags ræða norðanmegin við götuna Stórhöfða og milli lóðanna Stórhöfða 21 og Stórhöfða 17, aðkomi frá Stórhöfða, norðanmegin byggingarna sitt megin, svæðið vestanmegin og norðanmegin við deiliskipulagsbreytingum verður til ný lóð. Já. Viljum við ekki bara opna á umræðu fyrir þetta? Það er eins og við. Það er þá hægt að opna gögnin til það. Er einhver sem vill hefja umræðu? Það er ekki að hafa þetta. Já, nú skil ég hvað þetta er. Já. Já. Ef ég má örstuð kannski byrja. Já. Og ég hef heyrt í rekstraraðilum við Stórhöfðann og þeir eru ekki spenntir. Það verður bara að segjast alveg segir og því miður virtist kynningin sem að koma áðan vera þannig að það stefnir í sama pakka og við erum að sjá út á Granda. Ég gat allavega ekki og þetta teymi, þetta vorteymi virðist það verið stofnað fyrir ári síðan en samt er árangurinn enginn út á Granda, bara hreint út sagt. Og ég bara, mér rís hugur við að fá svoleiðis dæmi þarna. Ég fer þarna hjá oft á dag og ég geng þarna fyrir neðan, það er góður göngustígur þarna fyrir neðan, þetta er Östuberglind frá Bríkvarnu, það er svona 30 mínútur. Ég veit að þetta er alveg rétt hjá það sem ég er. Já, með ekki meira utanumhaldi og það er greinilegt að þarna, ég bara velti fyrir mér hvernig úrræði þetta verður. Það er ekki að sjá að þetta verði öðruvísi heldur en á Granda. Hún gat ekki samfært mig það allavega. Takk. Já. Einhver annars vill fá orðið? Já, ég myndi segja að ég myndi vilja líka sjá frekar upplýsingar frá þeim sem þiggja eiga þessa þjónustu og þessi úrræði. Hvort að þeir telji þetta líka eins ákjósanlegt og kannski var að vera setju. Af því að eins og þetta sem á að vera mögulega í Gufunesvegi. Valgeir sagði, þetta er mjög langt frá öllu, sko. Það er spurning hvort þau átti sig á því sem er að þiggja þetta að löng leið bara frá næsta strætóskýli að þessum húsum og annað. Það er náttúrulega, við búumst við örugglega að fá svipað skref frá umhverfis- og skipulagssviði varðandi Gufunesbrautin fljótlega. Já, það er náttúrulega spurning hvort við viljum eyða tímanum af því að það er nokkuð leiðið á fundinn að við viljum þá frekar gera eins og með síðasta skipulag sem við fengum á að reyna að skrifa á milli funda þá einhver áliti frá íbúaráði. Á sama tíma þá líka getum við gefið út sitthvort álitið ef við komum þetta sameiginlegri niðurstöðu varðandi málið. Því að já, og það er eins og þegar og allt sem við horfa á þá er frestur til 12. maí til að skila inn álitið og það er spurning hvort við getum reynt að átta okkur á ef þið viljið reyna að átta okkur á því hvaða rekstraraðili eru hérna og hvort að við getum ég reyna að átta mig það þekkið þið einhver til rekstraraðilina þeim kring álitið til dæmis. Þetta er örugglega það örugglega eftir að heyrast í þeim þarna upp í Ártún eða upp á Stórhöfða. Ég hef ekki, já. Ég ætla að halda aðna mæliskránni í gegnum chatinu, Valgerður. Ég gleymdi mér. Ekki málið. Valgerður, þú varst. Takk fyrir. Ég myndi vilja að við myndum leggja til að það er miklu meira samráð við rekstraraðila og þá íbúa Bryggjuhverfisins. Og jafnvel bara einhverja könnun eða eitthvað, hvort þeim hugnist þetta. Sammála. Já, sammála að kynna betur og heyra betur hljóði í öllum bara málsaðalum, held ég. Ef ég mætti vekja athygli á þessu, þá náttúrulega kemur fram í auglýsingunni. Þeir sem telja sig að hagsmuna að gæta, hvatning til að kynna sig tillöguna, ábendingar og athugasemdir til tillöguna, það skal skila skriflega til skipulagsfulltrúa eða á netfangi skipulag@reykjavik.is. Þannig að það er bara opið fyrir athugasemdir frá íbúum eða öðrum hagsmunaaðilum. Já.
Mætti ég, maður sjá, hver næstu á? Árni, varst þú búinn að segja skrifstofudreifingum milli húsa? Varst þú búinn að segja allt sem þú vildi segja, Árni? Ég var ekki Berglind svo undan mér, ég ætla að fá að segja eitt. Já, eða þú segir skrifstofudreifing milli húsa og síðan kemur Berglind. Já, ég bara, sko, á hverju hefur þetta svona lítið verið kynnt fyrir fólki. Fólk veit ekkert um þetta, það litla sem eru svona upphrópsfréttir í fjölmiðlum, það verður engin svona kynning komið frá borginni og það eins og þetta sé svona vandræðagangur með allt þetta verkefni. Það eins og þetta dúkki bara upp að því að fjölmiðla sína þessu athygli og við höfum verið að ræða þetta, sem sagt íbúarnir á íbúasíðum, en borgin einhvern veginn hefur læðst með veggjum með þetta og fer svona, já, með veggjum og ekkert að deila um þetta upplýsingum, en þetta skiptir verulegu máli varðandi nærumhverfið. Og einst þú veist, dreifing milli hverfa, hún mjög sérkennilega, 1/3 sem húsum í grái. Þannig að ég held að borgin þurfi aðeins að hinkra með þetta mál og kynna þetta fyrir íbúum og ef að ræða eitthvað nýtt úrræði sem því miður hefur ekki sýnt sig að virki eða sé komið í gang. Ef að ræða nýtt úrræði þá það bara fínt og þá þarf að kynna það og ég fagnaði manna fyrstur ef það hægt að hjálpa fólki en það þarf að gera það rétt að nátt ekki að afgreiða það í eitthvað neyslurými sem það bara sjálfvala eins og því miður við höfum séð út á Granda. Berglind, þú bæta fyrir þig? Nei, sjálfur sér ekki. Ég að reyna alveg bara að rembast við að vera rosalega jákvæð, sko. Og þannig að vissulega þurfum við að aðstoða þennan hóp og ekki spurning og það er mjög erfitt að finna þeim staðsetningu. Ég gerum alveg grein fyrir því, sérstaklega ef við erum að miða við Grandann. En þar hefur þetta eitthvað verið auglýst annars staðar en á Reykjavík.is. Ég ekki sé það. Nei, það er nokkuð. Vegna þess að því að ég man að þegar datt út á Granda þá voru þarna ýmist að því að nú veit ég að það eru áfangaheimili fyrir þá sem að reyna að ná undir til fótunum. Ég held að Vin sé þarna og þetta rétt hjá Stóru, þetta rétt hjá Vogi. Þannig þetta svona sem er kannski ágætt líka. Ég bara þori ekki að fara með það. En hvað segirðu? Það til 12. maí sem að það má senda inn athugasemdir. En ég ætla ekki að segja meira. Ég ætla bara eins og ég segi rembast við að vera jákvæð. Já, sorry, ég ætla að segja eitthvað en verðum mjög. En það búið að vera sambærilega kynningar í Miðbæ og í Laugardalnum. Bara það komið fram. En ég held ég legg til að við kannski reynum að eyðum ekki meira að við erum með 10 aðra liði eftir þessu fundi. Við reynum kannski frekar að skrifa á milli funda fyrir 12. Hvort að við getum þá að skrifa kannski 2 mismunandi eina umsögn sem felst aðalega eða fókusar aðalega á skipulagsferlið sjálft og staðsetningu húsnanna og hitt á kannski aðra sem þá kallar frekar eftir því að það skipulagsferlið lengt og eitthvað þannig hvort þú viljið skrifa eitthvað saman og þú telur það ekki að hafa verið kynnt nógu vel. Já. Sævar, ertu með okkur eða datt þú út? Ég datt út í augnablikina, það var eitthvað slitna. Já, ég sagði að ég lagði til að við myndum þá reyna að skrifa eða til hana að umsögnin skipulagið er skrifað á milli funda þá fyrir 12 en ekki á þessum fundi núna. Þannig að við erum með 10 aðra liði eftir og helst kannski bara í 2 liðum þar sem annað væri þar sem við myndum fókusa á staðsetningu smáhúsina og sjá hvort við getum komist á einhverju sammála ákveðin umsögnum það og síðan aðra umsögnum hvort að ef einhver vill setja inn umsögn varðandi skipulagsferlið og ef einhver vill koma fram skoðunum sínum hvort þetta hafi verið kynnt nógu vel. Hvernig hljómar það? Mjög gott. Hljómar mjög vel. Gott. Má þá færa til bókara formanni í samræði við ráðið falið að kanna máli betur og eftir atvikum stíla inn athugasemdum áður en frestur rennur út. Já. Og ég þarf að biðja ykkur að senda mér post eða tekja punkta inn á Facebook-grúpuna og senda mér post eða eitthvað það sem þið viljið reyna að koma til skila eða Árni þú getur líka að skrifa þau text að þú vilt gera það þannig bara svo að ég sé ekki ég veit nú hvað þið viljið komið til skila og við reynum það
ef við erum ekki sammála þá í versta falli skilum við inn kannski 2 mismunandi. Það er ekki bara flott. Jú, takk. Já. Þá ætlum við að fara í næsta lið fundarins sem 4. liður sem bréf frá stýrihópi innleiðingu íbúðaráðs sem tillögu flokks fólksins að íbúðaráð finni leiðir til að auka samvinnu til stofnana í hverfinu. Þetta bara til framlengingu og benda okkur á þessa tillögu. Ef þið viljið þá getið þið fengið orðið núna og spurt hvort þið viljið bregðast eitthvað við þessari tillögu, en þetta aðalega bara til auglýsingar hjá okkur. Mér persónulega finnst þetta að vera svolítið bara það sem við eigum að vera að gera sem íbúðaráð, hvað við eigum að vera að byggja upp hægt og rólega. Þannig ég sé ekki alveg, ég sé persónulega ekki tilganginn endilega að vera eitthvað að skrifa umsögn þetta. Bara að halda áfram þeirri vinnu að tengja saman. Já. Sammála, þetta bara enda þess sem við höfum verið að ræða. Já. Þannig að má ég ekki bara fara yfir í næsta lið? Jú. Sammála. Þá það 5. liði, þá til framlegningar tillaga borgarstjórnar frá 28. apríl 2020 sem það samþykkt í borgarráði. Það semst sumarborgir sem verkefni þar sem að samþykkt hefur verið að veita íbúðaráðum borgarann 30 milljónir til að úthluta til verkefna sem hafa það að markmiði að efla hverfissamband, mannlíf og menningu sumarið 2020. Gert ráð fyrir að efnt verði til eða auglýst yrði eftir verkefnum og viðburðum sem ætlað væri að stuðla auknu mannlífi, menningu, félagsauð og lífgæðum í hverfi borgarinnar. Það staðan þannig eins og segir, það sagt að það að deila fjármunum á milli okkar þar sem hver íbúðaráð sem 9 talsins fara 1 milljón og síðan fáum við síðan afgangnum deilt eftir íbúafjölda og ég var að heyra það í dag á fundi að við fáum úthlutað 4 milljónir og hugmyndir það komnar ákveðnar hugmyndir með hvernig á að útfæra þetta og þá hugmyndir með að byrja að auglýsa eftir þátttakendum 15. maí eins fljótt og auðið og þá hafa dagsetningar eins og byrja kannski helst fyrir eða kringum 15. maí og umsóknarferli verði til í byrjun júní sem gera það verkum að við þurfum kannski mögulega að hafa auka fund í júní af því okkar fundur settur 3. júní en það gæti verið að umsóknarferlið verði lengur og þetta náttúrulega bara ég vil meina bara skemmtilegt verkefni til að reyna að gera styrkja hópa og í hverfinu til að gera eitthvað skemmtilegt yfir sumarið og það hefur verið að hafa verið hugmyndir það hefur verið að taka dæmi viðburð sem væri hægt að hafa þá er bara viðburðir í hverfum sem höfða til alla aldurshópa, tónleikar, listviðburðir og annað það sem eflis hverfisvitund hreinsanir eða gróðursetningar á svæðum innan hverfisins, markaði sem efla á líf og aðrir bara einhverjar hugmyndir sem geta komið upp. Og við vorum í dag vorum við á fundi, þetta skjalið? Vorum fundi formenn íbúðaráðanna þar sem við erum að tala hvað væri möguleiki á þessu og við viljum hafa þetta bara frekar opið og þetta bara mjög svipað kerfi og fyrir hverfissjóðinn. Já. Og það umræður hvort það ætti að hafa svona að þetta ætti að vera í kringum 50 til 500.000 krónur sem væri að sækjum og það umræða hvort að ég held að bara leyfa Valgerði að fara mælindistur og hún óskaði eftir orðinu, annars getið þið óskaði eftir orðinu í chatinu. Valgerður. Takk, mér líst ógeðslega vel á þetta og finnst þetta frábært það sem að fá þess að auka peninga til að úthluta í hverfinu okkar en ég var að spája öðru á því nú til dæmis sem svo Fjölnir búin að missa gríðarlegar tekjur og það er verið að stefna því að halda alls konar íþróttamót. Myndi þau falla undir þetta? Það væri alls konar íþróttamót í sumar fyrir krakka. Það er eins og við vorum að ræða þetta á fundi í dag með nýbúðaráðanna og þá var semst búið að taka upp svona template sem var bara svipað eins og annað verkefni að setja upp en þar hafði komið fram að það mætti ekki vera stofnanir sem þyktu nú þegar styrki. Við eiginlega skutum það niður að við vildum endilega hafa þannig að íþróttafélögin gæti sótt um þetta. Þau væri mjög mikill drifkraftur í mörgum hverfum og þetta er semst þannig að það verður faghópur sem mun fara yfir umsagnirnar. Nei, ekki umsagnirnar, heldur umsóknirnar afsakið. Bara eins og í hverfissjóðinu nú þegar.
og mun bara benda á hvort þetta sé hvort að það sé verið að gera þetta leyfilegt eða eitthvað þannig, en endanum mun þetta alltaf vera ákvörðun okkar hvernig við viljum úthlutað fjármögnunum. En eins og ég tel að íþróttafélag ætti endilega geta sótt í þennan styrk og skátarnir annars svona, þó að séu styrk annars staðar frá, þá eigi það ekki að vera, þá eru það þannig stofnanir innan kerfisins að það ætti ekki að koma í veg fyrir að það geti sótt þetta. Þetta eru oft á tíðum hlutirnir sem drífa áfram hverfið. Æðislegt, takk. Gott mál. Einhver sem vill bæta við þessu eða ekki allir bara til í þetta þegar þetta kemur inn á við auglýsum þetta og bendum þetta að öllum aðeins sem við þekkjum og síðan bara tökum við þessum Berglind. Nei, bara ein spurning varðandi því að nú veit ég að það hafi verið mikið sett á Facebook-síðurnar, verið að kvarta undan tækjum, leiktækjum og öðru í svona sameiginlegum görðum og rýmum hjá þarna hverfunum sko, hvort að það flokkist undir líka, hvort að það sé hægt eins og að laga hérna, það er verið að tala fótboltamörk og körfuboltahringi og svona líka leiktæki og annað slíkt sem að er farið að láta á sig á og þarf að endurnýja, eða er það bara borgins per se eða hvernig? Ég held að það ætti náttúrulega flokkast undir borgina sem per se að ef þetta í borgarlandi að það ætti að sjá hvað það eru verkum og það getur þá tengst við fundinu sem við erum að fara. Það er semst verið að búið okkur á fundi á mánudaginn eða ekki varðandi viðhaldsáætlun. En aftur á móti var búið að ræða þannig að ef einhver aðilar kæmi svo saman að vilja setja upp eins og hafði nefnt pop-up, einhvern leikfang eða einhver sérstök tímabundin leiktæki í samstarfi við einhvern annan aðila, þetta er borginni í borgarlandinu, þá var hægt að sækja styrki fyrir það. En eins og segi, maður ætti nú eiginlega að sjá, það er náttúrulega verið að þetta eru styrkir til að, framtak hópa einstaklinga eða stofnana til að gera ákveðna hluti. Þannig að, þannig að viðhald, ég held ég ekki alveg hugsunum þarna bakvið, en eins og segi, sá peningur ætti, vonandi helst að koma örugglega annars staðar frá. En einhver sem vill enda þetta eða bara ágætt kynning og síðan þeir eru með þarna þetta kynninguna eða samþykktina og síðan verið að samþykkja smá regluverk í kringum þetta og til dæmis þau verið að setja bara umsóknarferli og þannig og ég mun bara uppfylgja ykkur það hvernig það stendur á og hvernig það má byrja að auglýsa þetta og benda fólki að sækja. Þá er það bara komið. Jep. Sjötti liður er svar, þá er framlagning á svari mannréttindar- og lýðræðisskrifstofu og fyrirspurn íbúaráðs Grafarvogs aðgengi að lokaskýrslum vegna styrkja úr hverfissjóði. Og svona í grófum dráttum það sem kemur fram er að þau sjá ekkert gegn því að við fáum að sjá lokaskýrslurnar eða hvernig þið orðið. Það er bara prótókoll. Já, það er eins og segið, það er bara verið að segja að það er prótókollin nema við þurfum að fá að sjá það á sama tíma og við förum yfir umsóknir og fattur við það þarf að vera lokaðir fundur að það eru persónulegu verndagögn oft í tíðum í þetta. Þannig það er það sem kemur fram að við eigum eiginlega bara að sjá, við eigum að fá sjá lokaskýrslurnar þegar við óskum eftir þið og það er verið að setja fram bara svipum. Það er bara eftir því sem það berast? Já, eftir því sem berast þá verður þær borða fram til okkar. Við erum komin hvert? Sjö. Svar heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur við fyrirspurn íbúaráða Grafarvogs framtíð Sorpu og Sævarhöfðanum. Við sendum þetta fyrst á heilbrigðiseftirlitið sem lét okkur bara vita hversu langt starfsleyfi Sorpa hafði sem var til 2. ágúst 2026 en þeir bentu okkur á að senda þetta frekar á skipulagsfulltrúa eða skrifstofu umhverfisgæða sem var gert og þá fengum við annars var að það væri planið að Sorpa Sævarhöfða með framtíðar rekstrarleyfi en það er áætlun að flytja hana, það er áætlaður flutningur á henni. Flytja hana á lóð í Lambhagavegi og þá er miðað við mitt árið 2022. Við vorum náttúrulega að hugsa þetta út frá aðgengi neyðarbíla og aðgengi bíla þarna í kring og þetta hefur gert náttúrulega svolítið brösulega þarna í byrjun COVID-helgarinnar þar sem meðal annars hef ég heyrt að lögreglan eftir staðinn og hóta að loka endurkjörstaðinni eða það var ekki reynt að koma bílunum aðeins betur fyrir. Hvernig hefur þetta verið undanfarna daga, Berglind? Sko, þetta hefur auðvitað ekki verið eins slæmt eins og var þarna í miðju COVID. Það var bara, þú varst bara föst inn í hverfinu, sko. En aftur á móti að þetta er samt. Ég var þarna í dag, sko, bara leið og Sorpa opnaði og það var komin röð. Þú
þú veist, þetta er stanslaust og helgarnar eru vestar. Já. Og það eins og ég segi, biðru beggja vegna og þú bara kemst ekkert, þú bara fastur. Já. Og þetta ekki, eins og ég segi, þetta pirrandi fyrir okkur sem að búum í hverfinu, en þetta getur líka verið hættulegt. Já, 2 ár langur tími. Já, Valgerður, þú ert næsta mælandi á. Já, ég vil bara taka undir þetta með Berglindi og þetta, ég búin að vera þarna svolítið að skjótast núna í sorgu, þetta bara hrikalegt, sko. Ég veit ekki bara hvernig þetta eitthvað sem búið þarna. En var ekki rétt munað þegar við vorum búin að senda erindi það að biðja breytingu á þessu. Gerðum við það ekki samhliða þessari fyrirspurn? Ég minnir að þetta hafi verið bókun. Já, í minningunni varum við bókun með það. Við fengum bókun inn á fundin, við sendum þetta erindi og síðan ætlum við að senda, ennþá ætlum við að senda erindið þegar við vissum betur nákvæmlega hvenær fattar við. Já, alveg rétt. Er það þó ekki bara grá upplagt að við hugsum það núna á milli funda og skjótum því bara inn á næsta fundi? Jú, ég ætlaði nefnilega einmitt að leggja það til að við myndum taka þetta fyrir á næsta fundi. Af því að við varum komið með þessi svör og þá getum við tekið þetta fyrir á næsta fundi. Sævar. Já. Já, það verður bara sama með og Valgerður, þess að bara tek bara undir það sem við erum að segja hérna og það líka bara ef þú ferð þarna, það svo augljóst að það tæki bara 2-3 sólarhringa að laga þetta. Þetta mjög einfalt og það mikið pláss og auðvelt að gera úrbætur og því bara þetta maður álykta sem fyrst að það bara gerst. Þá það komið. Má ég skjóta aðeins inn í því að það talað að hafa þetta á næsta fundi, ekki hægt að senda inn beiðni fyrir bara frá þessum fundi. Upp á að þetta eði gert fyrir sumarið, vegna þess að núna verða allir heima í sumar, það enginn að ferðast erlendis og ég held að verði ennþá meira geymslutiltekt og tiltekt í görðum og svona. Það í byrjun. Ég náttúrulega formlega þarf að leggja fram hluti inn á fundin til að það séu teknir fyrir. Það væri hægt að skrifa á milli funda og senda inn eða já, þú mátt, Berglind, þú getur bókað undir þessum lið núna. Vilt að ég bóki eitthvað, hvernig, já, það svolítið flókið, en ég veit ekki hvernig ég Þetta svona helst, við erum að renna svolítið á tíma hvort að við náum, fattar við, þú getur líka, þannig að við kannski ræðum þetta alveg í endan. Já, fyrir það. Já, við fáum kannski að hoppa yfir í næsta lið sem það 8. liður sem útskrift og gerðarbók skipulags- og samgönguráðs vegna deiliskipulagsbreytingar lóðar nr. 42 á Funafólki. Þar kemur fram að tekið fram meðal annars okkar umsögn deiliskipulagi og eru helstu áhyggjur þeirra sem setja inn umsagnir oft á tíðum bara í tengslu við aukna trafík sem á að tengst við þennan stakkaða leikskóla og einnig fyrir hvaða krakka er til fyrir hvaða börn er til og hvaða hverfi eigi á þetta þjóna. En þessi tillaga var samþykkt á fundi skipulags- og umhverfis- og skipulagssviðs. Hvernig er þetta samþykkt? Skipulags- og samþykku og þetta er samþykkt, er það ekki? Er það ekki rétt? Er það ekki þetta? Jú. Já, samþykkt 27. febrúar 2020 og þar kemur meðal annars fram í fylgigagni að það hafi verið skoðað, þeir hafi takið fram að neðar Já, hérna stendur það hafi verið, þó það kom ekki fram í sjálfu deiliskipulaginu hafi umferðarmál leikskólans verið skoðun fyrir undirbúningsvinnum sem liggur að baki deiliskipulagstillögunni. Sú greining var unnin á VFSO-ráðgjöf. Ljóst er að bílaumferð fólkafund mun aukast að einhverju marki en samkvæmt greiningu VFSO kemur fram að ekki er talið að sú aukin umferð muni hafa teljandi áhrif á gatnamót Funafólk og Fjallkonuvegar. Eftir stækkun leikskólar er áætlað að 1100 ökutæki munu eiga leið Funafólk á hverjum degi með þá tilliti til íbúðar götunnar. Samkvæmt viðmiðum umferðarmagn kallast þú ekki á ljósastýringu á gatnamótum. Aftur á móti myndi ljósastýring gagnast gangandi vegfarendum og þeir sem þurfa að beygja til vinstri af Funafólki inn á Fjallkonuvegi að mestu.
Hvað klukkan? Já, Valgerður, þú ert búin að biðja orðið. Gjörðu svo vel. Já, takk. Ég mér koma margar svo góðar athugasemdir við þessari tillögu sem og sem beinast allar umferðinni og það hafi sér svona mér svolítið eftir á skýring að segja já, það bara umferðin var skoðust, það gleymdist bara að segja það að ég veit ekki, mér finnst þetta ekki vera trúverðugt og ég hef áhyggjur á því að umferðin verði alveg hrikalega þung þegar er búið að stækka skóla. Það er alltaf verið að stækka hann alveg gríðarlega. Já, en það er spurning, eins og sé, þetta er skipulag sem var samþykkt, hvort við viljum fylgjast áfram með málinu, já, Árni, gjörðu svo vel. Já, takk, bara örstutt, ég sammála Valgerði, mér sýnist þetta því miður vera eitt dæmið enn þar sem að borgaryfirvöld hlusta ekkert á raddir íbúa. Við höfum lýst áhyggjum oft á þessu máli, þarna er slæm umferðarkerfi eins og staðan er í dag og þá ættir að verða mun verra og ég hef bara verulegar áhyggjur af þessu. Og ég held við þurfum einhvern nátt að mótmæla þessu, við þurfum bara aðeins að hugsa næstu skref, en við getum svo ekkert gert núna sko. Nei, þú leggur, ef þú vilt taka þetta fyrir á næsta fundi, þú lætur við vera að vita. Já, takk. Og þú gerir eitthvað annað eins og við þurfum bara, þið fáið bara tíma til að hugsa þetta núna. Einhver lokaorð? Nei. Þá er komið að 9. lið sem er verkáætlun Reykjavíkurborgar vorhreinsun á götum og gönguleiðum til framlagningar. Þá hefur, já, þetta er semst hreinsun gatna og stígaverður og gönguleiðum Grávei 2020. Já, Valgerður, þú mátt bara byrja. Og þeir vonandi ekki að leið á mér þannig að herðu, ég bara verð að segja það að ég er ótrúlega svekkt þetta er annað árið í röð sem Grafarvogurinn og hverfi hans eru síðust í röðinni með hreinsanir á götum og stígum. Ég skil ekki af hverju við þurfum alltaf að mæta afgangi þegar kemur á þessu. Mér finnst það bara fáránlegt og ég legg til að við bókum undir þessum lið, eitthvað á þá leið, ráðið. Já, eitthvað er þá leið á að íbúa. Berglind, vilt þú skjóta inn? Ég er einmitt að skoða þetta skjal sem við erum uppi. Hvar er Bryggjuhverfið? Ég bara er búin að lesa þetta nokkru sinnum og ég sé hvergi neina götu í Bryggjuhverfinu. Við erum eiland hérna. Má sjá. Það er væntanlega undir öðru, það er já. Þeir blokkið eftir postnúmerum, þannig að þið eru skráð hérna. Já, þetta er nefnilega svolítið, við erum svolítið milli Skers og Báru. Erum við þá bara undir vorþrifum hjá Árbæjarhverfinu? Gæti verið 111 Höfðabakki Breiðholtsbraut, nei. Nei, 111 Breiðholtsbraut. Það er efra Breiðholtið, ég veit það. Það er 110, við erum með postnúmer 110. Já, það er 110, maður sjá. Jú, 8. maí, Tangabryggja, Bálsbryggja. Þarna 8. maí. Þú verður bara að afsaka, Berglind, þetta er farið fram hjá mér, Já. Að sjálfsögðu hefði ég átt að taka skjálskot af þessu líka. Já. Þetta er mín ábyrgð. Já. Nei, þetta er alltaf, já. Já, ég sé það að við erum bara rétt fyrir helgi. Já, Íbúar, já, þetta, viltu ekki lesa þetta bara upp, Valgerður? Nei, Árni, þú ert næstur, ásakið. Bara örstutt, ég bara að taka undir í Valgerði og ég man bara ekki eftir svona miklu óhreindum á götum mikið lengi inn og labba ég mikið hverfið og maður bara þarf að halda fyrir vitin ef maður nálgast umferðargötur eins og Strandveg og Hallsveg og Víkuveg og þessar götur og ef að keyri bíll örlít út úr hjólförum og þá bara hverfur hann í Reykjamörk og ég bara skil ekki metnaðarleysi borgarinnar að gera ekki eitthvað róttækt í þessu hraðar heldur en þessi áætlun gerir grein fyrir. Takk. Veistu, Heimir,
Varðandi fundinn á mánudaginn við fjárfestingu og viðhald áætlun 20, nei það lengra. Hvort að það séu sömu aðilar sem við getum komið. Nei. Svo hérna, þetta sem... Já, þetta öll. En, já, Valgerður, viltu lesa úr bókunina sem kom hér upp? Já, ég skal lesa hana upp. Ég veit náttúrulega ekki hvort allir vilja vera með á þessari bókun, en ég búin að skrifa hana þannig. Íbúar á Grafarvogs harmar það hversu illa Reykjavíkurborg standa sig í þrifum á götum og stígum í Grái. Aftur eru hverfi Grafarvogs þau síðustu sem eru þrifin í borgarlandinu annað ári í röð. Hvernig stendur á því að Grafarvogur er það hverfi sem oftast mæta átaki á Reykjavík? Úr þessu verður að bæta. Eru allir sammála einhver sem segja eitthvað gegn þessari bókun? Já, ég hef ekkert á móti því, en ég að velta fyrir mig fara eftir póstnúmerum. Greinilega hafa þær skiptið sig upp eftir póstnúmerum þarna, þeir sem settu upp hérna. Síðan þeir bara athuga hvort þið hafi ekki öll tekið eftir fundabóðinu var þetta bundin á mánudaginn þar sem okkur boðið á bjargfund, þeir ekki allir. Voru á hverju þetta aftur? Jú. Já, varðandi fjárfestingu og viðhaldsáætlun hverfa austur við Elliðaána frá 2020 til 2024. Þetta á að hafa komið held ég á bara e-mailin sem... Ég framsendi ykkur fundabóð. Já. Þetta á mánudaginn. Já, ég hef búin að fá fundabóð allavega. Þú ert búin að fá það? Já. Þá hefur aldrei verið konur með það? Já, þeir eru bara meðvitið þennan fund og hvað verður kynnt á honum og getið þá komið með input og þetta náttúrulega sá fundur eftir fyrir það. En já, þá samþykktum við bókunina. Valgerður, hefur þú tök á að senda mér hana? Gerðu það. Takk að Einhver sem vill bæta við, ég bara var bókunina ágætt mál. Finn, ok. Þá erum við komin í 10. lið sem sumarleyfi íbúðaráðs Grafarvogs til umræðu. Það semst ætlunin að það verði ekki fundað í júlí, en við erum með náttúrulega fastan fundatíma 3. júní þannig séð að það er fyrsti miðvikudagur í mánuði. Það gæti verið að við þurfum að taka aukafund í júní á sama tíma varðandi hvað heitir þetta verkefnið? Sumarborgir. Borgin, já. Og já. Þannig að ef ég mætti með leyfi formanns, þú mátt skjóta inn. Já, eins og hefur komið fram, þá eru þið með fasta fundatíma í byrjun júní. Það verður að koma í ljósfund að harmonera við umsóknarfrestinn varðandi sumarborgirnar. Hvort við færum það fundinn eitthvað aðeins aftar í júní eða hvort við tökum aukafund í seinni part júní. Er það ekki eitthvað sem þið sem ráð kannski ræðið þegar það liggur ljóst fyrir og Ásmundur kemur til mín aftur? Það er ekki bara ágætt. Jú, bara ekkert mál hjá mér, bara fínt að halda aukafund og þetta er bara fínt. Já, sammála. Einhver fleiri komment? Nei. Já, þá er komin á 11. lið sem málefni hverfisins. Þar höfum við fengið póst frá, hann heitir Birgir Birgisson og hann spyr: Undanfarið hefur verið mikil umræða möguleika á kjallarastefnan opnar í Korpusskóla. Niðurstöður könnunar meðal íbúa mun að öllum líkindum gefa til kynna gríðarlega áhuga á að fá kjallarastefnuna inn í hverfið og tölur nemendafjölda sem mjög æskilegur fyrir hverfið og í skóla í því. Langar mig að spyrja Korpusskóla og málefni tengt honum. Ef kjallarastefnan áhugasöm að opna skóla í húsnæði Korpusskóla, hvað þarf að gerast af hendi borgarinnar? Mun borgin standa í vegi fyrir þeim áhuga og hindra að þar gæti opna skóli að nýju? Og þriðja, mun íbúðaráð styðja frekari athugun á þessum möguleika? Já. Valgerður, þú ert á mælendaskrá, þetta náttúrulega ekki málefnið þannig sem fattar á dagskrá fundarins, en hvað segir þú, Valgerður? Þetta
frábært mál og við hefum náttúrulega átt að hafa þetta á dagskrá fundarins, málefni skólana. Klárlega, ég held að það hafi verið yfirsjón hjá okkur Já, og ef hægt að setja það inn þá þætti mér mjög vænt það og ég myndi gjarnan þá vilja að við kemum einhverja bókun. Af því að ég styð þetta, ég styð allt það sem að sagt í þessari fyrirspurn og Reykjavíkurborg á að styðja líka að það verði áframhaldandi skóli í húsnæðinu. Helst myndi ég náttúrulega vilja að það verði hætti þessar fyrirhuguðu lokanir út af því að það alveg útséð með það út af COVID að það hefur ekki tekist að vinna vel að þeim eins og það þurfti að gera. Sævar, þú Já, ég ætla bara að segja, ég tek undir með Birgi sem sendi póstinn sem og hann í Valgerði. Náttúrulega bara all þessi starfsemi og allar þessar fyrirhugaðar breytingar bara langt eftir áætlun og við raun engin vinna þannig sé hafin. Og ég veit að til dæmis eins og Fjallasafnið hefur sýnt þessu áhuga og ég held að bara Reykjavíkurborg skuldi í raun íbúum hverfisins að reyna að greiða leiðir þess skóla sem hefur áhuga að starfa þarna svo lengi sem hann uppfyllir öll leyfi og skilyrði til að reka skóla. Eitthvað sem að myndi bara auka fjölbreytni í skólastarfi í Grái. Algjörlega. Ég legg alltaf til að hvort þið megið skrifa bókun að minnstakosti tökum þetta þeir næsta fundi sem náttúrulega bókaður 3. júní sem svolítið seint en ég veit ekki hversu hrifur það ég get bent ykkur á að þið getið kallað eftir fundi ef þið eru ákveðið mörg á þeir. Ég hefði reyndar áhuga á því að kalla eftir fundi bara aftur mjög fljótlega út af einmitt skólamálunum. Ef við getum ekki komið með tillögur inn á þennan fund eða sem bókanir. Það öll uppfyllingin þannig oft á því að þetta mál komin og þá hugmyndin að þau verði síðan tekin betur fyrir á næsta fundi. Ef við ætlum að kalla eftir upplýsingum til dæmis að fá upplýsingarnar úr könnun íbúa sem hafa verið í gangi. Já, þú talum að hafa fund fljótlega bara næstu viku þessum eða eitthvað slíkt. Hvernig ertu ekki þú laus á miðvikudaginn í þar næstu viku? Ég meina, ef að óskar eftir því, þá finnum við tíma, en þá það bara mitt verkefni að finna því. Einhverjum, þið getið óskað eftir fundi fyrr. Við getum líka til fundi 3. sem okkar fasti tími þó ekki seint, en við getum þá líka reynt að flýta aukafundi fyrr, tekið fyrir þessu mál og síðan seinka fundinum, þetta voru rosa gaman, seinka síðan fundinum í júní þangað til að við fáum. Ég hefði á tilfinningur að þið sérstaklega við viljum taka þetta mál fyrr heldur en í byrjun júní. Ég myndi helst vilja taka þetta fyrir bara í næstu viku strax, sko. Já. Ég tilbúin að fara bara fljótlega að funda aftur. Já, samanlega. Þetta var svolítið mikið af málefnum. Við ætluðum náttúrulega að hafa opin íbúafund sem þetta fresta. En eigum við þá að reyna að finna tímasetningu sem hentar. Já, það bara að grafa í dagatalið, hið þétt setna, en eins og ég segi, það stendur til mér, þá gætum við hugsanlega að fara í einhvern frumlegri fundartíma, hafa það til vara innan dagsins, en annars bara finnum við út úr þessu, það ekki spurning, ef óskar eftir því. Þetta ekki bara góð lending á þessari fyrirspurn og þá bara bókunin að íbúðaráð allar að, ég get skrifað bara íbúðar kallar eftir aukafundi þar sem þetta málunum verða tekin fyrir og kallar eftir kynningu á stöðu mála. Aukafundi maí. Róbert. Flott ég skal senda þér einhverja samansafn fyrir þessa bókun. Já, ég náttúrulega reyna að stjórna fundi og skrifa bókuna. Fyrirgefðu, í datt aðeins út, skrifa bókun út af aukafundi skólunum. Bara hvort við viljum bara staðfesta það við ætlum að boða til aukafundar eða hvort við viljum eitthvað bókum það að við viljum boða til aukafundar. Er þetta ekki bara að við boðum til aukafundar og finnum bara út, er það ekki bara besta lendingin, við þurfum ekkert að bóka frekar það. Jú, er það ekki bara boða til aukafundar vegna skólamála bara helst í næstu viku? Já. Kannski fæ ég að segja það sem fyrst ef við
mjög snemma í þar næstu viku ef við finnum eitthvað tíma í næstu viku. Af því við þurfum náttúrulega að boða með, nei. Aukafundir, þá hægt að boða hann með skemmri fyrir. Já, ok. En er ekki líka hægt að hafa þá þessum aukafundi í sambandi við aðgengi að bryggjukörfi? Jú. Já, ef við ekki hafa það, þannig að þá getum við verið búin að undirbúa okkur svolítið það. Endilega. Hljómar það vel. Ef við ekki bara sammælast að það verði bara til að við getum haft okkur tíma inn á þeim fundi, þá ætlum við bara að taka þau 2 mál á þeim fundi. Já. Já. Er það bara lokið? Hvað sér formaður, þessum lokið þá? Þessum fundalið þá lokið. Já. Ég var búin að biðja að koma eina tilkynningu undir þessu lið. Já, ok. Já, afsakið. Þetta fór fram með Ingibjörg, gjörðu svo vel. Ég vildi bara láta, af því það skiptir þetta íbúar miklu máli, láta ykkur vita að það hefur verið tekin ákvörðun að það verði engin grafavónsdagur í ár. Já. Þetta er þetta mjög bara sorglegt af því að við höfum getað haldið þessum degi streitu hvert einasta ár og þó hafi stundum verið vont veður eða eitthvað annað, en núna í ljósi aðstæðna þá sáum við okkur ekki fært að geta haft þennan dag. En það var búið að ákveða núna í lok maí. Já, það leiðilegt að heyra. Kannski kemur einhver góð sumarborgartillaga sem að svona slagar upp í Grafarvogsdaginn, vonandi. Vonandi. Já, hún verður þá að falla undir allar reglur samkomubann og nálægð milli fólks og annað slíkt, þannig að það er frekar flókið, sko. Já, það er rétt, maður gleymir þessu. Þannig að það myndi ekki bætað upp á þann hátt sem að Grafarvogsdagurinn er hugsaður. Það er rétt. Má sjá. Já, nú erum við að fara í fundarliði sem eru lokaðir og þá ætlum við að vera að taka stutt fundarhlé meðan streyminu verður hægt, þar sem að ekki verður streymt frá lokuðum fundarliðum. Já, ég ætla að fá að kveðja þá sem hafa verið að horfa á fundi og bara takk fyrir að senda inn fyrirspurning og vonandi höfum við náð að svara þessu, meðan hans svara spurningu sem komu á kynningu alltaf smáhúsin og það að við ætlum að boða til aukafundar varðandi skólamál í Grafarvogi og aðgengi að bryggjukverfinu. Það bara takk fyrir þetta og við höfum lýsum næsta fund þegar hann verður boðaður.